ágætu þingfulltrúar og góði gestir. Við lifum á fordæmalausum tímum og þeim fylgja breytingar. Veiruófétið breytir ýmsu, brýtur hefðir og neyðir okkur til að hugsa út fyrir rammann og leita leiða til að takast á við nýjar áskoranir. Undir venjulegum kringumstæðum hefðum við átt að sitja í félagsheimilinu Árbliki í Dalabyggð á mínum æskuslóðum með kaffibolla og kruðurí og hefja haustþing SSV. Þess í stað sitjum við hvert við sína tölvu og höldum haustþing SSV í fyrsta skipti, haustþing SSV 2020 á Teams. Þó að það sé miður að geta ekki hitt hvort annað, heilsast og spjallað, þá er vissulega frábært að geta nýtt sér tæknina til fundarhalda. Það er öðruvísi, en líka gott að því leyti að við höfum tileinkað okkur nýja tækni og það mun klárlega nýtast okkur í framtíðinni. Í fyrra héldum við upp á 50 ára afmæli SSV og ákváðum á þeim tímamótum að horfa til framtíðar. Haustþing er einmitt vettvangur til þess að horfa fram á veginn, ræða áætlanir hvað við viljum gera á næsta ári og ályktanir helstu verkefni sem sveitarstjórnarfólk á Vesturlandi setur á oddinn og vill ná fram. Við hlýðum á ávörp góðra gesta, tökum umræðu málefni sem okkur öllum ofarlega í huga, að þessu sinni er áherslan á staðsetningu opinberra starfa á vegum ríkisins. Nú í haust fengu landshlutasamtökin til umsagnar skýrslu sem unnin var af vinnuhópi á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins stöðu og hlutverk landshlutasamtakanna. Við skiluðum umsögn sem unnin var í nánu samstarfi við önnur landshlutasamtök þar sem áréttað var mikilvægi þess að 97. grein sveitarstjórnarlaga verði endurskoðuð og landshlutasamtökum settur skýrari lagagrunnur, en þó án þess að steypa öllum samtökunum í sama mót. Við bendum líka á að við teljum að landshlutasamtökin geti tekið við verkefnum í gegnum sérlög, líkt og gert var með sóknaráætlanir landsluta. Mikilvægt sé hins vegar að það ferli sé gegnsætt þegar verkefni eru flutt til landshlutasamtakanna og fyrir liggi samþykki sveitarfélaganna þar Landshlutasamtökin eru samráðsvettvangur sveitarfélaga og þau starfa í þeirra umboði og á þeirra forsendum og það er grundvallaratriði. Í gegnum samninga sinnum við ýmsum verkefnum. Þar má nefna samning við Byggðastofnun að sinna atvinnuráðgjöf á Vesturlandi, ýmsum byggðaþróunarverkefnum og að halda utan ýmiss konar upplýsingar stöðu Vesturlands. Það er gaman frá því að segja að allt frá árinu 2004 höfum við á 3 ára fresti unnið íbúakönnun á Vesturlandi, þar sem við könnum viðhorf íbúa til ýmissa þátta sem snúa að búsetukostum. Síðar hófum við að gera könnun á stöðu fyrirtækja á svæðinu með reglubundnum hætti. Í dag hafa allir landshlutar hoppað á vagninn með okkur og kannanir eru lagðar fram á landsvísu sem að veita mikilvægar upplýsingar og skapa möguleika til samanburðar. Sóknaráætlun Vesturlands er að verða einn stærsti þátturinn í starfsemi SSV og umfang hennar vex hratt. Sóknaráætlanir ásamt byggðaáætlun eru áætlanir uppbyggingu á landsbyggðinni og eiga báðar að stuðla að eflingu hennar. Sóknaráætlanir eru unnar á forsendum heimamanna og færa okkur í hendurnar verkfæri til að efla heimabyggð. Uppbyggingarsjóður Vesturlands mun úthluta 60 milljónum króna til nýsköpunar í atvinnulífi og menningarmála á næsta ári og með sérstökum áhersluverkefnum getum við hrint í framkvæmd helstu aðgerðum sem skilgreindar eru í sóknaráætlun Vesturlands. Á árinu 2020 höfum við einnig unnið að því að efla innra starf SSV. Við samþykktum nýtt skipurit eftir að stærstu hluti starfsemi Markaðsstofu Vesturlands var sameinaður SSV og er í dag sérstakt svið sem við köllum áfangastaðinn Vesturlands. Markaðsstofan er áfram til sem sérstakt félag en sinnir eingöngu markaðssetningu á Vesturlandi fyrir ferðamenn í samstarfi við hagsmunaaðila. Við treystum því á að okkur hafi tekist að efla stoðkerfi ferðaþjónustunnar á Vesturlandi með þessum breytingum og getum stutt áfram við hana þegar hún tekur við sér í nýju. Framkvæmdastjóri mun fara frekar yfir þessa breytingu í sinni kynningu á starfsáætlun
en auk þess höfum við unnið persónuverndarstefnu og verklagsreglur og erum komin vel á veg með vinnu við skjalastjórnunarkerfi fyrir SSV. Þannig að það er augljóst að mikið starf hefur átt sér stað. Í kjölfar vel heppnaðrar vinnu við gerð samgönguáætlunar Vesturlands hefur SSV í auknum mæli komið að mótun sameiginlegrar stefnu fyrir Vesturland í nokkrum málaflokkum. Nú er hins vegar komið að því að endurskoða samgönguáætlunina og er búið að skipa í vinnuhóp sem hefur störf innan skamms. Þegar við lítum yfir farinn veg, þá sjáum við að á þessu ári hafa verið stigin feikistór skref í samgöngumálum. Vinna hófst við tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi, framlög til tengivega voru tvöfölduð og það hefur lengi verið baráttumál SSV og framkvæmdir við nýjan veg Fróðárheiði er nú loksins lokið. Við þurfum að vinna krafti til að tryggja vegabætur á Vesturlandi, en þar er af nóg að taka. Þó vel hefur gengið, þá er af nóg að taka. Við þurfum líka að tryggja að áfram verði góð sátt forgangsröðun framkvæmda, en samstaðan er lykilatriði í þrýstingi á ríkisvaldið áframhaldandi framkvæmdir og uppbyggingu. Í upphafi ræðu minnar minntist ég á veiruna, sem hefur gert okkur lífið leitt undanfarna mánuði og sett atvinnulíf þjóðarinnar út af sporinu. Sveitarfélögin horfa fram á stórar áskoranir, bæði heilsufarslegar og ekki síður efnahagslegar. Atvinnuleysi eykst hratt og grundvöllur til rekstrar fyrirtækja er erfiður. Sveitarfélögin verða öll fyrir miklu tekjutapi og reksturinn þyngist. En það er allt í lagi. Það er allt í lagi þó að reksturinn sé ekki réttu megin við núllið á svona tímum. Það er ekki eðlilegt umhverfi til rekstrar, hvorki hjá fyrirtækjum eða opinberum aðilum. Verkefnið er fyrst og fremst það að leitast við að halda jafnvægi, að dempa höggið, en fyrst og fremst að standa vörð einstaklinga, fyrirtæki og ákveðin grunngildi í samfélaginu okkar. Við sem höldum í stjórnartaumana á sveitarfélögunum, við stefnum öll að því að sigla okkar sveitarfélögum í gegnum þetta öldurót, að halda uppi öflugri þjónustu, beita okkur fyrir bættum efnahag og styðja vel við atvinnulífið. Og það er okkar hlutverk. Þetta getur verið flókið. Á sama tíma og við horfum fram á eitt dýpsta tekjufall í rekstri sveitarfélagi manna minnum, er að sama skapi gerð til okkar sú krafa að draga ekki saman, að þenja seglin, halda úti störfum, ekki fara í miklar hækkanir á álögum og viðhalda framkvæmdum til að örva hjól efnahagslífsins. Og þetta getur verið snúið verkefni, en það er ekki boðið að leggja árar í bát. Eins verðum við að muna að er að ræða tímabundna ógn og tímabundið ástand. Þetta mun líða hjá. En ágætu þingfulltrúar, nú er tíminn til að snúa vörn í sókn. Nú er tækifæri til að sýna hvað býr í sveitarfélögum á Vesturlandi og við getum staðið saman sem ein heild með það að markmiði að takast á við fjárhagslega erfiðleika og leita markvissra leiða til að sporna við þeim neikvæðu efnahagsáhrifum sem nú steðja að. Á fundi stjórnar SSV í gær var samþykkt að kynna fyrir sveitarfélögunum á næstu dögum verkefni sem Vífill Karlsson, hagfræðingur SSV, hefur unnið tillögu að. SSV ætlar að taka að sér að leiða verkefnið og sameina sveitarfélögin í þeirri vegferð og vinnu sem framundan er. Þetta verkefni skiptist upp í 3 hluta. Í fyrsta hlutanum er horft inn á við og fjármál sveitarfélagsins skoðuð ofan í kjölinn til að renna styrkari stoðum undir þær ákvarðanir sem framundan eru. Hvernig getum við brugðist við skerðingu og tekjum? Hvernig er hægt að lækka kostnað fjárfrekra málaflokka eins og félagsþjónustu og íþrótta- og tómstundastarfs án þess að skerða þjónustu við íbúa okkar? Hvert er skuldaþol sveitarfélaganna? Við verðum að horfa til sjálfbærni B-hlutafélaga og mögulega setja upp kennitölubanka sem við getum svo nýtt okkur í áframhaldandi markmiðasetningu í fjármálum. Í öðrum hluta verkefnisins ætlum við að horfa til íbúanna og hvernig þeir upplifa þá þjónustu sem sveitarfélögin er að veita. Í þessari vinnu munum við nýta nýja íbúakönnun SSV og skoða hvaða búsetuskilyrði eru íbúum algjörlega nauðsynleg og hvaða búsetuskilyrði eru til þess fallin að fæla íbúa frá. Í þriðja hlutanum
Þá munum við horfa til atvinnulífsins, en margir telja að það sé allra mikilvægasta tannhjólið í gangverki efnahagsstarfseminnar. Hvaða tækifæri hefur Vesturland til að sækja fram, skapa störf og móta þann grunn sem mikilvægastu fyrir fyrirtæki til að vaxa og dafna á? Hvernig getum við stutt við atvinnulífið, bæði beint og óbeint? Þá var stjórn SSV einhuga í því að vilja gera staðsetningu opinberra starfa að sérstöku þema á þessum fundi. Snemma á árinu kom út hagvísir á vegum SSV sem sýndi fram á að hlutfallslega eru hvergi færri opinber störf á vegum ríkisins en á Vesturlandi, ef við berum okkur saman við aðra landshluta. Að sama skapi hefur opinberum störfum fækkað einna mest á því svæði. Við viljum snúa þessari þróun við. Við hvetjum stjórnvöld til þess að staðsetja störf og starfsemi hér, að fjárfesta í Vesturlandi. Auk þess teljum við að með fjölgun þeirra starfa sem auglýst eru án staðsetningar muni atvinnulíf á Vesturlandi styrkjast enn frekar. Undanfarna mánuði hafa víða orðið til eða komist á undirbúningsstig nýsköpunar og samvinnurýma á Vesturlandi þar sem frumkvöðlar, einyrkjar og lítil fyrirtæki munu vonandi geta fengið aðstöðu. En hvort sem ræðir ríkisvaldið eða sveitarfélög, þá skiptir mestu máli að sjá tækifærin. Að sjá tækifærin í þeim áskorunum sem blasa við, með reynslu og þekkingu að leiðarljósi, með áherslu á nýsköpun og fjölbreytni, byggjum við upp störf til framtíðar. Við byggjum upp störf sem ekki eru eins háð efnahagslegum skilyrðum, sveiflum eða ákveðinni staðsetningu. Eins mikilvægt að stuðla að því að okkar helstu atvinnugreinar eins og landbúnaður, iðnaður, sjávarútvegur, ferðaþjónusta og svo mætti lengi telja, dafni á nýjan leik, en í öflugum og víðtækum stuðningi við atvinnulífið í víðu samhengi felst viðspyrnan og það okkar að snúa þessu við. Þetta verkefni framlag SSV til sveitarfélaganna og standa vonir til þess að það muni nýtast vel inn í þá vinnu sem framundan á þessum fordæmalausu tímum. Það von mín að haustþing SSV á þessu sinni verði okkur til framdráttar og leggi þétt drög að þeim mikilvægu verkefnum og þeirri vinnu sem framundan Að því sögðu segi ég haustþing SSV árið 2020 sett.